Hvað hér í gangi? Herðu, við vorum að taka svona vörumyndir. Já. Myndir af vörum. Og kannski að maður kynna ykkur fyrir einum þarfasta þjóninum hér í stúdíóinu. En það þetta hérna, svo kallað Light Cube. Heimasmíðað að sjálfsögðu. Það nú ekkert í stúdíónu sem ekki heimasmíð. Nei, það nefnilega, við erum svolítið fyrir það að bjarga okkur sjálfur. Eins og Þorsteinn er oft kallaður, Þorsteinn fingralangi. Þá ég kannski meira svona kallaður hörður handlagni. Já. Það svona munurinn okkur. Þið sjá þá hérna að maður getur kveikt á kastara. Hvernig kastarinn föstur? Já, hann teipaður bara á stól, Hann teipaður á stóla því að við áttum ekki lampa sem var á standi. Þá lýsir þetta svona inn og býr til þetta fallegu lýsingu. Við séum að auglýsa þennan sokk. Og þá erum við með lýsingu hér líka, sko. Glugginn, hann skín beint á þetta. Og hér sjáum við einmitt þennan glæsilega sokk. Sjáum hérna hann notaður, sko, svolítið óhreifna. Já, hann fyrir ógeðslegur eða bara. Risaðileg fuglar hérna á þessu. Já, en þið sjáum hann vel upplýstur. Þetta ekki flókið, þetta reynda nokkuð flókið, sko. Það meirinn að segja það að fá kassa. Við þurftum að setja þennan kassa saman úr 2 kössum. Hvað fengum við þessa kassa? Við fórum hérna út í samkaup. Já. Þá voru þau nýbúin að henda öllum sínum kössum. Já. Þannig við fórum á klippistofun var hliðin á. Já. Og þau voru löngu búin að henda sínum en þau bentu okkur á að ruslakallarnir væri núna að koma. Þannig að þeir ruslakallarnir voru niður í ruslageymslu að taka allt ógeðið þaðan. Þannig að við fórum og tróðum okkur þar inn á milli þeirra og grófum upp í einhverjum ruslahaug, einhverja kassa sem voru fullir af drasli. Já. Og við bara hvolfdum úr þeim og svona dustuðum mesta ógeðið af og fórum síðan hingað og settum það saman. Það var mjög vond lykt af þeim áðan. Maður finnur hann ekki lengur, maður er hann vanurinn núna. Never thought that we'd go this far. Don't stop now. Einn góðan veðurdag satt kvikmyndaframleiðandinn og 1000 þjala smiðurinn Þorsteinn Roy Jóhannsson í tölvu sinni og vann að mikilvægu verkefni. Hann átti sér einskis ilsvon þegar allt í einu var dinglað. Á augabragði reis Þorsteinn úr sæti sínu og gekk að dyrasímanum, en hvað beið hans gat hann ekki með nokkru móti vitað. Halló? Já, DHL. Já, ég hleypur inn. Já, blessaður, Þorsteinn. Herðu, ég hérna með pakka fyrir þig. Já. Þetta kom frá England. Þetta nú eitthvað spennandi dót sem þú fékkst hérna. Veitu hvað, pakkin of? Já, koma oft sendingar frá útlöndum og ég oft svona... Maður að keyra þessu út og maður vill vita að fólk sé að fá það sem að pantaði, sko. Já, og þú opnaði bara pakka minn. Já, það brjálað að gera hjá okkur DHL bræðurum, sko. Ég búinn að vera að keyra síðan sko klukkan 6 í morgun. Byrja alltaf daginn snemma, fæ mér hollan og góðan morgunmat. Havragraut með fullt af ykkurum ávöxtum og svona góðu dóti. Já, ok. Nóg af orku fyrir daginn. Já. Svo bara keyri ég þess að stað og síðan fer ég yfirleitt. Fæ mér kebab í hádeginu, spjalla við strákana, svo bara dagurinn búinn. En herðu, gangið vel með þetta og ég bara þakka þér kærlega fyrir. Já. Og bara heiður að hitta þig. Já, sömuleiðis. Seinna var. Ég ætla að halda áfram að gera það sem ég gerir best. Keyra pökkum. Já. Segðu það. Psycho. Herðu, það þá kannski bara best að sýna ykkur pakkan sem að... Sælir! Nei, ertu komin? Ég búinn að skuttla ömmu. Já. Skuttla henni í bíó. Já, hvað mynd? Hún var að fara á Frankenstein 2. Hvað að gera? DHL-gaurinn kom. Já, var það þessi gæi sem ég mætti henni í stigaran sem var jakka og vesti yfir? Já, og með eitthvað skrýtnasta höfuðfatt sem ég veit. Og veistu hvað hann gerði? Nei. Hann opnaði pakkan. Ha? Pakkin er opinn. Ok, já, býtu, var hann að tjekka bara hvort þú var að fá vöruna sem er utan á, sko? Þeir gera þetta alltaf, sko. Er það? Eða þessi gaur gerir þetta alltaf. Já, ok, þú líka lenti. Já, ég lenti í þessu. Hérna erum við með brand new Adidas. Oh my god. Er þetta eitthvað svo pantaði sjálfur, eða? Nei, við erum að tala um pósthúsi, kallum. Þetta er hérna sending, augljóslega frá þeim Adidas bræðurum, eins og við sjáum hér. Wow! Herðu, smjörpappír og brand new boots. Oh my god. Herðu, það er góð beygja í þessu. Þessi verða góður á sellinu, maður. Þetta lúkar alveg Kostic. Þetta lúkar Piszczek. Hann lúkar Modric þessi. En það er nú ekki það besta við þessa pöntunum. Þetta er bara eitthvað sem maður skoða seinna, sko. Þetta hérna er það besta við pöntunum, sko. Þetta er það sem að þú varst mest svona sækist eftir. Já, eða pöntun, ég kalli þetta alltaf pöntun. Þetta er náttúrulega ekki pöntun, þetta er gjöf. Já. Frá þeim Adidas bræðurum. Já, já. Nú ætla ég bara að taka mér húna og sýna
hvað þetta er Hvað í þessu bíl? Þetta er sem sagt svona flugnanett. Ok. Svo getur maður hert svona hérna. Þannig að engin komist inn, engin fluga. Ef við erum að taka upp til dæmis á Mývatni, getur maður verið hér, flugurnar eru tröfla mann ekki. Akkurat. Og þú með myndaðan og bara gamli, takk þetta aftur hérna, hlaustu aftur út í vatnið, sendu. Og ég get bara verið hér. Allir að berja þessi flugur. Skiptir enga máli fyrir mig. En hvað er sól líka? Það er nú til einföld lausn á því. Og setjum bara með beitdaru og held lúkinu og passa mig á flugunum í leiðinni. Og það er líka besta sko, maður getur hert í hálsinn. Ef þetta er hérna skilur, þá var þetta alltaf fullt af bíflugum og hrossaflugum og einhver eftir smástund. Geitungum, fuglum jafnvel. Og ef við erum kannski á einhverjum stað sem að er ekki jafn mikið af bíflugum og þú veist mýflugum og alls konar flugum, bara svona flýildum, þá get ég bara tekið þetta að mér og notað flugnanettið á beitirhóni. Þannig að það fari ekki í augun allavega. En þá komast þær í nefið þessu? Já, það komast í nefið og svona, þannig að þess vegna er þetta svolítið gott. Hvað er fokkaður með í gangi? Þú verður að fara að sækja hana. Já, hæ amma. Já. Nei. Það er allt í lagi. Ostapopp er alveg gott og verðilegt popp. Nei. Segðu Palla bara að þú ættir að fá popp og hérna... Þessi, ég þarf að klára þetta. Já. Nei, amma, þetta er bara gott. Það komið gott af þessu. Þú hefur gott af smá poppi. Eru þér að taka upp myndskeið við strendur Mývatns? Valda skordýrana vængir ursla á vitum yðar? Þá höfum við lausn fyrir yður. Flugnanetið frá Adidasi. Þeir Adidas bræður hafa í aldanna rás framleitt vörur sem auðvelda líf yðar og hafa þeir setið sveittir við þróun að þessari fullkomnu vöru. Með flugnanetinu frá Adidasi getið þér arkað gegnum hina míslegnu bálkefti norðursins án trafala. Netið fylgir með hverju keftu skópari frá þeim Adidas bræðrum. Lífið er leikur með flugnanetinu frá Adidasi.